Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Sumarið tíminn það sem rykið dusta af hlaupaskónum og stefnan sett á að fara út að ganga, skokka eða hlaupa. Hlaupaskórnir hans Þorbergs Inga hafa þó engu ryki safnað við veturinn, enda leggur hann dálítið annan skilning í að fara út að hlaupa en við flest hinn. Já, maður segja að ég fari kannski aðeins lengri vegalengdir oft á tíðum. Já, finnist kannski eðlilegra að hlaupa yfir svolítið mikið við 30 km. Hvað ertu að hlaupa lengi þegar þú ferð út á æfingar? Alltaf mjög misjafnt. Það er alveg frá bara hálftíma og alveg upp í kannski 6-7 tíma æfingar. Ég fer ekki mikið lengur en það, en svona lengstu æfingarnar eru já, kannski 6-7 tímar. 6-7 tímar? Hvernig kemur því svona inn í daginn? Já, ég verð náttúrulega að taka þetta á frídegi og þetta fer náttúrulega bara allur dagurinn í þetta og maður verður að hafa tímann fyrir sér. Hvað var það sem fékk þig til þess að hlaupa svona lengi? Þetta er náttúrulega bara gríðarlega gefandi. Þetta er eftir því sem að vegalengdin er lengri, því meiri bugun upplifir maður og þarf að díla einhvern veginn meira við hausinn á sér. Og það er rosalega gefandi að þurfa að kljást við sinn eigin haus og komast í gegnum það. Og upplifun af svona löngu hlaupi, þar sem maður er að taka á því alveg eins og maður getur, verður allt önnur. Þetta er svona miklu meira ferðalag og maður verður einhvern veginn breyttur maður eftir á. Þegar við erum að tala hérna um langt hlaup, þá erum við ekki að tala um maraþon, við erum að tala um lengri hlaup. Já, ég myndi titla mig sem ofurhlaupara eða últrahlaupara og últra er allt það sem er yfir maraþonhlaup. Ég er mikið að stíla á vegalengdir sem eru mikið svona 50 upp í 170 km hlaup með kannski 2000 upp í 10.000 metra hækkun. Þegar maður hugsar um þessar vegalengdir, þetta er ekki kannski vegalengdir sem ég myndi byrja á að fara út og hlaupa. Hvernig vinnur maður sig upp í svona hlaup? Það er bara alltaf málið að byrja rólega. Byrja bara rosalega rólega og ekkert er að taka það bara að líða vel á hlaupum. Og síðan bara fer maður að auka magnið hægt og sígandi og það tekur tíma. Maður hoppar ekkert beint í 170 km hlaup. En með tímanum að auka vegalengdina alltaf smá með hverju viku. Það tala um að auka kannski 10% mögulega. Og náttúrulega meira kannski ef þú hefur verið með einhver grunn fyrir. Og svo kemur þetta bara með tímanum. Fyrst þú nefnir töluna 170 km, það er núna næsta hlaup á dagskrá hjá þér? Já, það er svona mitt staðista markmið í ár. Ég hef verið að hlaupa 100 km svolítið. Aldrei ekki hlaupið yfir það. Þannig að núna ætla ég að stefna á 170 km og það er hringurinn kringum Mont Blanc. 10.000 metra hækkun. Og það er hlaupið bara kringum fjallið inn í sveitaþorp og litla bæi. Og þetta er svona, myndi ég segja, mekka fjallahlaupana. Þetta eru ykkur 5 hlaup hérna sem eru mismunandi vegalengdir. Þetta er svona stærsta hlaupið, þetta 170 og sterkasta líka. Ég myndi segja þetta verið sterkasta hlaupi í heiminum. Það eru, eins og í fyrra, þá voru heimsmeistaramótið ekki eins sterkt eins og þetta hlaup. Svo með við topphlauparana, svo mikið af elítu hlaupurum. Þannig að þetta er bara stærsta hlaupið í heiminum fyrir fjallahlaup. 170 km, 10.000 metra hækkun. Hvað þarf að vera lengi að þessu? Ég stefni á að vera sólarhring. Ég myndi vilja vera undir sólarhring. Kannski nær 23 tímum. En svo náttúrulega er maður að renna svolítið blint í sjóinn. Þetta er lengra heldur en maður hefur farið. En ég tel mig þekkja sjálf á mig og vita hvað ég get. Þannig ég ætla að stefna á að vera undir 24 tímum. Og markmiðið er ekkert bara að ná að klára? Nei, ég er bara að keppa eins og ég get og þetta er náttúrulega bara sem ég segi, rosalega sterkt hlaup og getur farið allavegna. Menn eru mikið brottfall í rauninni af topphlaupurum. Þeir ætla sér allir að vera fyrstir og svo krassa þeir einhvers staðar á leiðinni. Þannig að maður verður bara að reyna að vera skynsamur og svo að stíla bara inn á að vera topp 10. Hvernig komstu þér inn í þetta sport? Hvernig byrjaðir þú að hlaupa? Ég var í fótbolta upphaflega, svo byrjaði ég að æfa frjálsar íþróttir. En ég hef alltaf tekið svona eitt og eitt utanvegarhlaup og þar á ég alveg heima. Ég hef alltaf verið minn svona
Já, ég hef verið sterkastur þar. Og árið 2009 hljóp ég Laugaveginn. Ég var að æfa frjálsar íþróttir bara, ákvað að taka Laugaveginn og gekk vel. Sló brautamet. Og svona eftir það svona, hef ég alltaf haldið mig aðeins utanverð. Svo bara árið 2015, þá tók ég þátt í heimsmeistaramóti í ultrahlaupum sem var 85 km hlaup og aðra stílabærin á að hlaupa maraþonhlaup í september. Þetta gekk svona svakalega vel og ég lenti í 9. sæti og bara eftir það var ekki aftur snúið. Það var bara haldið mig í þessu. Ég er góður í þessu og miklu betri heldur en í maraþoninu. Núna er frábært veður til þess að fara út að hlaupa en það er nú ekki alltaf þannig á Íslandi. Nei. En það er til góð föt. Maður bara klæðir sig vel og fyrir mikið á veturnar, það er bara í broddum og maður getur farið hvert sem er. Maður bara klæðir sig vel. Þannig að þetta er ekki alltaf paradís kannski veðrið á Íslandi, en það er líka mjög fínt inn á milli. Svo notar maður brettið bara yfir háveturinn, hleypur á hlaupbretti og skiptir yfir í fjallaskíði. Svona, þú hefur tekið þetta stigvaxandi, maraþonið, 100 km, 170 km. Næstu skref, er einhver næstu skref? Já, það er já, ég er alveg með svona drög að plani fyrir næstu ár sko. Það eru bara sterk hlaup sem ég langar til að taka. Eins og Lavaretto og Transvulkania. Þetta eru löng hlaup, 120 og 70 km hlaup og svona stóru hlaupin í heiminum sem ég langar til að taka. Og svo ég ennþá eftir að fara aftur á heimsmeistaramót. Það er ekki alveg gengið upp hingað til vegna meiðsla og svona. Og reyna bara að vera topp 3-5 helst. Ég hef trúað því sko, að ég geti það. Bara allt gengur upp og líkaminn er í lagi. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.